Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, nú ætlum við að ræða skipulag eða skipulag og spillingu. Það vil svo til að Hlökk Theódórsdóttir, skipulagsfræðingur og doktorsnemi í opinberri stjórnsýslu, gerði könnun og ef ég skil þetta rétt að þá þetta spyrja fólk sem að vinnur við skipulagsmál. Já. Hvort að þau verði var við spillingu. Já, ég er að gera könnun á bolmagni sveitarfélaga í skipulagsmálum. Það sem ég er að kanna það svona nokkuð víðtækt, hvernig sveitarfélagin höndla með skipulagsmál og hvernig til tekst. Og ég gerði könnun síðastliðið sumar og sem var senda á þá alla kjörnafulltrúa í sveitarstjórnum, alla sveitarstjóra og síðan skipulags starfsfólk sveitarfélagana, það er að segja það fólk sérfræðinga sem að starfa hjá sveitarfélagunum við skipulagsmál, sérfræðingur á því sviði og það eiga öll sveitarfélag að hafa slíkt fólk innan borðs lögum samkvæmt og síðan lagði ég þessar spurningar líka fyrir ráðgjafa, skipulagsráðgjafa, það er þá fagfólk eins og arkitektar, landslagsarkitektar, skipulagsfræðingar, verkfræðingar sem að starfa að skipulagsgerð fyrir bæði einkaaðila og sveitarfélag. Og ég lagði langan lista spurninga fyrir þetta fólk allt mögulegt sem lítur að stjórnsýslu skipulagsmála, hvað er lögð áhersla á í skipulagsmálum, hvernig háttar fagþekkingu á skipulagsmálum, hvaða hópar hafa meira eða minni áhrif á ákvarðanatöku og svo spurði ég reyndar líka spillingu. Já. Og hvað spurður telur þú að sé spilling eða hefur orðið var við spillingu eða hver er spurningin? Það er áhugavert að þú spyrða því vegna þess að það getur nefnilega haft áhrif á svörin hvort að það er spurt ásýnd spillingar eða hvort að það er spurt beina reynslu. Og af því að ég var bara að tala við fólk sem er beinir þáttakendur. Ég var ekki að spyrja íbúa skipulagsmál sveitarfélaga eða stjórnsýslu sveitarfélaga. Ég var að spyrja fólkið sem að sinnir þessum verkum. Svo ég spurði þeirra eigin reynslu. Ég spurði hvort að viðkomandi þekkti dæmi frá síðustu 3 árum af frændsemi, kunningsskap eða pólitískri fyrirgreiðslu sem hefði haft áhrif á skipulagsákvarðanir sveitarfélaga. Þannig að ég notaði ekki spillingar hugtakið og mögulega hefur það að einhverju leyti áhrif á svör einstakara að það kann að vera að fólk hafi mismunandi skilning á vigt þessara fyrirbæra þó að svona samkvæmt fræðunum flokkist þetta allt undir spillingu. Það getur náttúrulega svo margt rúmast þarna inni að einhver fekk afgreiðslu fyrr að því að hringdi í frænda sinn. Jú, vissulega, þetta er mjög rúmt. Já, það getur líka því það að eftir gríðarlega þrýsting frá verktakafyrirtæki þá fjallu skipulagsyfirvöld á því að bæta einni hæð ofan á húsið sem er kannski 800 milljón króna virði í byggingarétti. Já, þetta rúmar einmitt mjög breytt svið og af því að ég er að spurja bara í könnun, ég er ekki með djúp viðtöl eða eitthvað slíkar aðferðir að þá hef ég svo sem ekki tök og ég þarna fylgja því eftir hvað liggur á bak við ályktun og svar hvers og eins. En hversu margir sögðu já við? Þetta voru ég er með svör frá 400 manns og þetta er þegar allir eru teknir, allir hóparnir 4 þá er þetta rétthæp 50% sem segjast vita einhver dæmi. Þetta er bara svo fáránlega há tala. Já, og þetta er miklu hærra hjá faghópunum. Skipulagsstarfsfólki og skipulagsráðgjafarnir, þar er þetta tæp 60% í öðrum hópnum og rúm 70% í hinum sem að þekkja einhver dæmi, ýmist frá fáum dæmum til fleiri eða margra. Og þannig er þetta ótal margt undir, það er alveg áræðanlegt eins og þú segir, en við vitum þetta líka úr bara skipulagsfræðum og framkvæmt skipulagsmála, bæði hérlendis og erlendis, að spillingar umræða, hún dúkkar alltaf upp í tengslum við skipulagsmál og einhvers konar ásýnd spillingar eða svona brigsl spillingu. Og það tengist auðvitað því að það eru búin til svo mikil verðmæti með skipulagsákvörðunum og þau geta náttúrulega verið verðmæti í hendur einstakra aðila leið og skipulagsyfirvöld
hafa sitt umboð algjörlega á þeim grundvelli að þau sé að taka ákvarðanir í almannahag og almannahagur og einkahagur fer ekki alltaf alveg saman. Þannig að sko þetta getur þýtt ótal margt sko og við getum heimfært það upp á svona raunverulega teoretísk dæmi eins og þú ert að nefna. Alveg til mjög stórra framkvæmda eða bara einhverja einmitt þess að máli verði nú tekið fyrir á næsta fundi eða hvað það er. Og það ekki með það eiginlega mjög mörg dæmi að byggingamagn hefur aukist í ferlinu. Já. Það kynnt eitthvað skipulag. Já. Og það virðist vera að mynda ykkur húsi og svo húsi byggt og þá segja allir byrju það ekkert samhengi á milli sko því sem okkur var sagt uppalega og þá hefur það gerst að hefur bæst við fjöldi fermetra. Já, það er náttúrulega allra vitorði svo sem úr framkvæmd skipulagsmála svona ýmis konar leikjafræði sem er leikin að sækjum fleiri hæðir heldur en þú ætlar að byggja af því að til þess að hafa svona rúm til þess að semja og eitthvað slíkt sko en það sem er líka sko ég er náttúrulega í þessari rannsókn hún er víðtækar en þetta ég er líka að vinna tilviksrannsókn þar sem ég er að greina gæði nýrra íbúðahverfa þá er í rauninni að svona skoða hinn endan á þessu ferli þar að segja í könnuninni var ég að skoða stjórnsýslun og svona hvernig ákvarðanir eru teknar og á hvaða grundvelli en í tilviksrannsókninni þá fer ég út í mörkin og greini gæði þess sem er svo skipulagt og byggt sem auðvitað segir miklu sögu líka en þannig að í þessari rannsókn er ég að svona reyna að umfaðma ansi mikið en það sem ég sé þegar þó ég sé ennþá að vinna úr þessu að það sem ég sé í könnuninni þar sem ég er ekki bara að spurja þessara spillingarspurningar ég er líka að spurja hvaða hópar hafa helst eða frekar áhrif og skipulagsákvarðanir sveitarfélaga. Hvað er það sem að sveitarfélagið eða sveitarfélagin setja í forgrunn varðandi áherslur í skipulagsmálum og fleira frá hverjum finniði fyrir þrýstingi og fleira. Og þú ert ekki komið með svör við þessu? Ég er auðvitað komið með svör við einstökum spurningum en ég er svona að vinna úr því að túlka þetta saman og svona vinna túlkunin, greiningun og túlkunina en ég er farin að sjá all þessi gröf og það er alveg þráður sem ég sé í niðurstofunum sem er það hvað landeigendur, lóðarhafar, uppbyggingaraðilar, fasteignafélög eru svona mikilvægir leikendur í öllum þessum svörum. Samskipti þeirra sem eru að taka ákvarðanir eru meira og minna við þetta fólk en eiginlega enga fulltrúa almennings. Þeir skora miklu lægra í áhrifum þarna Þetta kemur saman við rannsókn sem var gerð hérna í alltaf sig kannski 10 ár síðan var gerð sem var fólk í stjórnarráðinu spurt við hverju eru í samskiptum við breytingar á lögum og reglugerðum og öðru slíku og þá kom það í ljós að það var bara að því við sittum hérna við rauðaborðið það var bara auðvaldið og svo hérna fulltrúar almennings var bara ekki fjórðungur af því. Nei. Og svona millilega samband við almenning að því að það var, ég held að það veri búið upp á það líka, það var nánast ekki neitt. En þetta er vand með farið í skipulagsmálum vegna þess að sko auðvitað er þetta leið hreyfiaflið fyrir að byggja íbúðir og rækta land og allt þetta. Þegar lóðir eru seldar og seldar hæstbjóðandi að þá náttúrulega endar með því að þessu fáir aðilar sem eru að fara með allt. Þetta byggingan. Það var ekki þannig áður þegar lóðum var útlutað og þá var þeim útlutað til einstaklingar og þá voru byggingasamvinnufélög einstaklingan og fleiri, það var miklu valddreifðara byggingakerfi áður. Já, vissulega, en svo erum við líka bara með alls konar hugmyndir sem spretta fram að uppbyggingu eða starfsemi eða hvað það var er víðað land og af öllu mögulegu tægi sem auðvitað er vaxtarprótur í og er mikilvægt að eigi sér farveg inn í umræðu í sveitarstjórnum og skipulagsnefndum og umfjöllun í skipulagstillögum og allt það. Þannig að sko þetta er mikilvægt hreyfiafl en það má ekki verða algjörlega í forgrunni. Og það er það sem að svona að því ég er að horfa inn í og það sem ég er að hefur að gera núna er í rauninni bara svona aðeins að opna inn í gögnin hjá mér og lega fólki aðeins að sjá þau með mér að því ég er ennþá að vinna úr þeim og túlka en það er alveg, liggur mig við að segja sláandi hvað þessir hópar, uppbyggingaraðilarnir, landeigendur, lóðarhafar eru í sterkri stöðu bara í svo mörgum spurningum
miða við önnur sjónamið. Og þá er það ekki bara aðrir hópar, heldur líka til dæmis þegar ég spyr hvað sveitarfélög leggja áherslu á í skipulagsmálum og þá þurfum að hafa í huga að það er ekkit alfarið bara ákveðið að sveitarstjórn hverju sinni hvað er lögð áherslu á í skipulagsmálum. Það er auðvitað bara löggjöf sem það gildir að það á að vinna sjálfbæri þróun og sjálfbæri landnýtingu og góðri byggð og byggð sem að rúmar jöfnuð og lífsgæði fyrir alla og styður lýðhelsu og lofslags mál og hvað það er. Að þá þegar ég spyr þessa ólíku þætti hvað er lögð áherslu á í skipulagsmálum sveitarfélaga, þá til dæmis skora mikið hærra að greiða götu hugmynda uppbyggingaraðila heldur en til dæmis að leggja áherslu á sjálfbæra landnýtingu eða vandaða byggð. Og þannig að þú veist, þetta er alveg, já, og það er svona þráður þetta milli svara alveg. En varandi þetta sem þú ert að lýsa, þá kemur þetta manni kannski á óvart, en ætti kannski ekki koma manni á óvart, því að við þekkjum alveg umræðu að tala verktakaræði í skipulagsmálum og að sömuleyti er þetta bara svona hugmyndir æði margra að svona sé þetta, en samt verður maður einhvern veginn hissa þegar maður sér þetta á blaði. Já, ég get alveg tekið undir það og ég er nú eldri en 2 vetur í skipulagsmálum, ég hef búin að sýsla í þeim í meir en 3 áratugi og fylgjast með skipulagsumræðun og framkvæmd skipulagsmála líka í öðrum löndum og ég get alveg tekið undir það að þetta kemur ekki beint á óvart vegna þess eins og ég segi líka að vegna eðli skipulagsmáluna þá er spillingar umræðan aldrei langt undan en enga síður þá er þetta, finnst mér merkileg staðfesting á einhverjum kannski undirliggjandi grunu eða tilfinningu sem að kemur fram í þessum svörum og nota bene, þetta er fólki í mörkinni sem er að svara. Þetta er ekki einhverjir aðrir sem er að lýsa upplifun sinni eða ásýnd af einhverju ákvarðanatöku sem gerist einhver staðar annar staðar. Þetta er fólki í mörkinni. Það hefur verið bent á að byggingamagn sé mikið og sem eru hagur verktakans að þraut nýta lóðina þó svo að það valdi skuggavarpi og menn bara með efasemdur að gott að það séu raunverulega góðar íbúðir sem eru bara svo þéttar. En þannig verið að blóðmjólka raunverulega fjárfestinguna í lóðinni. En skipulagsíðvöld ætti að vinna við það að stoppa það þannig að byggingamagnið er ekki meir en svo að segja að þetta efast að gott að það sé gott. Það sem að auðvitað við treystum á og kerfið er þannig uppbyggt að þeir stjórnmálamenn sem taka formlega þessar ákvarðanir þeir séu studdir af sterkri faglegri stjórnsýslu. Að þar liggja baki greining og tillögugerð frá teymum fagfólks sem að hefur stoð og styrk til þessa og þekkingu til að gefa góð ráð og sem á hlustað. En auðvitað það sem við erum að glíma við öðrum fremur auðvitað í stjórnsýslu skipulagsmál á Íslandi er hvað sveitarfélögin eru fámenn og vanbúin í þessum efnum. Og þá verðum við líka að hafa í huga þegar við erum að horfa á, við þekkjum jú að það er stemt að því að 1000 manns verði lágmarks íbúafjöldi í sveitarfélögum en það er jafnvel ekki tímasett ef ég mann rétt og svona bara vinsamli tilmæli til sveitarfélagana, hugan og að sameiningum. 1000 manna sveitarfélag er ekki neitt í þessu tilliti ef við erum að hugsa faglega burðuga stjórnsýslu þar sem eru teymi fagfólk starfandi sem eru aðlaðandi vinnustöðir fyrir hæft fólki á sínu sviði og svo framvegis. Þá er það auðvitað bara sveitarfélög. Þannig að þetta er líka eitthvað sem þurfum að hafa í huga og þegar að ég er að bera saman við rannsóknir sem eru gerðar í öðrum löndum að þá er til dæmis verið að tala sveitarfélög á stærði Kópavog sem lítið sveitarfélag í þessu tilliti. Þannig að þetta skiptir líka máli í þessu
En við sjáum þetta gerast náttúrulega þegar það eru kannski ekki svona íbúðuppbygging sem að maður hugsa fyrst þegar það er svona skipulag, heldur það getur líka verið virkjanir og eitthvað fleira. Allt milli og þá getur mætt svona sveitafélagi sem er mjög veikt, þá getur mætt mjög sterkt fyrirtæki sem á efni á öllum lögfræðingum og öllum sem að til þarf til þess að knýja á einhverja sína niðurstöðu. Já, og þess vegna ég er aðeins búin að kíkja á hvort ég sjá einhverja fylgni í þessum svörum við stærð sveitafélaga og mér sýnist það ekki vera og það aftur kemur mér ekkert sérstaklega óvart. Þannig það er ekki fleiri í smærri félagum sem að segjast að það var uppfyllingu? Nei, og það kemur ekkert sérstaklega óvart vegna þess að við þekkjum bara framkvæmd skipulagsmála að það eru sterkir aðilar sem að berja á dyrnar allstaðar. Já, en það borgar það sig. Ef þú er verktakafyrirtæki, þá getur haft bara eina deild, bara í vinnu við það að reyna að þrýsta upp byggingamagninu, því það verður ábyggilega arðbærið það deildin hjá þau. Því ef þeim tekst að bæta við einni hæð ofan á hótelið. Já, hvernig sem það er, hvort sem það er virkjunaraðili, fiskeldisfyrirtæki, byggingarverktæki, hvað það er. Það er auðvitað, við erum að sjá þar aðila sem að þetta eru með fjárhagslegan styrk og möguleika til þess einmitt að svona undirbúa sín mál vel. Ég veit ekki hvort að segja fyrir utan rannsóknina eða stundum velti maður fyrir umgengnin útdeilingu byggingaréttar. Finnst maður stundum vera svona næstu í svona kærulaus með við hvað þetta eru gríðarlegir hagsmunir. Þegar var gerður samningurinn við olíufélögin að loka bensinstöðunum, að þá var ég alveg bit, eins og sagt er, þegar ég sá hvað að gefin mikið, hvað þarna gat verið orðið til. Ég held ég að við slegið að geti allt upp í 6,3 milljarðar orðið til bara við eitt samning sem að dreifðust á þessi 3 olíufélög, eða hvort það var Atlas-olía með eitthvað smá sneið af því. Það eru fleiri svona dæmi þar sem maður velti fyrir. Ég man eftir skipulaginu upp í Gufunesi, þar sem að var í tengslum við eitthvað svona listrænt kvikmyndaþorp, að þá komu einhverjar blokkar íbúðir sem að svona hvatamaður að þeirri byggingu eiginlega fékk og maður fylgdi svo með hvernig byggingarétturinn var færður yfir í nýtt félag og maður sá þarna urðu bara til líklega ekki minni en 800 milljónir bara á einni nóttu. Þannig að þetta eru gríðarlega peningar sem að verða bara til úr engu. Og maður oft velti fyrir sig ætti ekki að vera bara eitthvað svona endurskoðun og fleira í kringum þetta að umgangast þetta svona meiri virðingu að þetta séu þessi verðmæti. Jú, og það má alveg segja það og það sem er náttúrulega líka í þessum málum eru þetta þessi svona spurning alltaf hvar hefjast þau og hvar verður til einhver formleg eða óformleg skuldbinding sem fer svo að vera meir og minna ráðandi fyrir allt sem á eftir kemur. Og kannski er þessi samningur sem hún nefnir Reykjavíkurborgar við olíufélögin kannski ekkert galið dæmi í því tilliti vegna þess að svo þegar kemur að stykkinu þá fara íbúar og nágrannar að sjá deiliskipulagstillögur á einstökum lóðum einhverjum mörgum árum síðar sem að leiðir beint eða óbeint af þessum samningi sem var gerður einhver tíman. Hann var ekkert gerður á grundvelli skipulagslöggjafarinnar en skipulagslöggjafarinn og framfylgd hennar er þá orðin að einhverju veruleguleiti eða alfarið háð því hvað var samið við eitthvað fundarborð. Það var í þessu, eins og ég skildi þetta, þá var þeim bara gefin leyfi til þess að byggja, það var ekki samið það og ég man fyrst til þess að tillögurnar er ekki á Birkimel, þarna við hliðina á Hótel Sögu, þegar ég sá fyrstu tillögurnar og hvað ætti að byggja á þessum reit sem er á milli þjóðarbókhlöðuna og stúdentagarða og menntasviðs háskólans, að þá áttu bara að setja þar inn svona eins og hvað er það, 102 kópavór, bara eitthvað ótrúlega þétta íbúða, það er margt svona sem kemur með óvart. Þær eru svona að byrja að líta dagsins ljós þessar tillögur og ég held að fyrsta sem allavega ég man eftir sem er svona afurð þessa samkomulags er niður á Snorrabraut.
það sem er hotlóð sem var skipulega svona á bæsinstöðarlóð og síðan eru þetta mikil umræða núna vestur í bæ ægisíðu bensinstöðina. Þannig að, og þá fara að koma svona einmitt uppbyggingar hugmyndir fyrir stakar lóðir, þar sem þetta augljós hvati til þess að reyna ná eins miklu út úr þeirri lóði eins og kostur en ekki kannski verið að horfa heildstætt á viðkomandi hverfishluta eða hverfi. Eins og þetta á Birkimjölum, þetta náttúrulega lóð sem á bara að geyma handa háskólanum því hann þarf að stækka, sko. Það fárum að vera hendinn einhverju þéttri blokkaríbúð þarna, blokkaríbúð. Já, allavega hvað sem gerist þar þyrfti að skoðast náttúrulega í samhengi við háskólasvæðið og það reyndar vill svo til að það nýbúið að vinna mjög metnaðarfullt og flott skipulag fyrir háskólasvæðið. Sem að einmitt með mjög svona skemmtilegar hugmyndir stórt garðsvæði þarna sem að þessi bílastæða flæmi eru í dag þarna vestan við Suðurgötuna. Þannig að það þyrfti auðvitað að skoða þessu lóð í því samhengi. Og svo það, við vitum það af reynslunni að það fær ykkur útluta svona lóð og hann stendur síðan í karpi við skipulagsyfirvöld að reyna að fá sem allra mest. Kannski þessi tekning sem ég að vísa til kannski bara fyrsta hugmynd eins og þú ert að lýsa þessi bara sekt alveg allt og mikið og allir vita að þetta fáist ekki en það líklega að komi betri niðurstöð með því að byrja ofan og fara niður heldur en öfugt frá þeim sem að sækja það. En þetta geta verið bara félög á vegum olíufélagana sem ætla bara að ná síðan samkomulaginu og svo selja þau bara byggingar eftir næsta verktaka. Eins og hefur gerst með orkureitin, með Ártúnsbrekkuna og það eiginlega flestir af þessum byggingarreitum sem að ganga kaupum og sölum bara mjög fljótlega eftir að það hefur náðst í gegn eitthvað samkomulag. Og þess vegna í rauninni sko og okkar skipulagslöggjöf náttúrulega svolítið barn síns tíma og svona ekkert búin tólum og tækjum til að takast á við þennan veruleika. Og við erum með allt og lítið af tækjum til dæmis til þess að geta lagt hvaðir á að byggingaraðilar leggi til þá til einhverja sameiginlega gæða sem að Reykjavíkurborg hefur verið að reyna að leysa með þessum uppbyggingar samningum eða innviðasamningum eða hvað þeir eru nú kallaðir og eins náttúrulega að það sé bara sko alveg skýrar og klárar leikreglur til þess að tryggja húsnæði á viðráðanlegu verði og óhagnaðardrifið íbúðarhúsnæði í bland við annað allstaðar. En við höfum bara ekki neitt sérstaklega svona góð tól til þess að knýja það fram. Nei, við höfum ekki náðst það þá, við höfum að leita að ykkur lausnum til þess að það sé og það erfitt að meta sko hvernig framkvæmdin Fyrst þetta byrjaði að þá var það þannig að félagsbústaðir máttu kaupa á ykkur 2 vikna tímabili á ykkur tilbúnu verði, kaupa ykkur íbúð og verður bara að flagga því og þannig að það er eftir að koma svona í ljós hvernig það En svo þetta En til þessar rannsóknir segðu til. Til þessar rannsóknir. En ef að ætti ekki að vera þannig að þegar þú birtir þessar rannsókn að þetta sé svona hátt hlutfall 50%, 60% af þeim sem eru að vinna inn í geiranum, vinna hjá kjörnum fulltrúum. Kannski vegna þess að þrýstingurinn kemur í gegnum kjörna fulltrúa að við séum Það er deilt á Íslandi, hvort að við séum með sterkt bákn en veika pólitík eða allt og freka pólitík og veikt bákn, svona eftir því hvernig hún horfir á það. Að þegar þessi niðurstaða kemur, eftir því ekki að vera tilefni til þess að skoða þetta bara enn frekar. Jú, það er bara ekki vafi. Ef einhver sem að fer með fjárveitingavaldið hefur áhuga á því að rannsaka spillingu, sem ekki alltaf. Nei, ég held að bæði þessi spurning og aðrar sem ég að fá svör við í þessari rannsókn minni alveg að draga fram, sýnist mér á nokkur svafa að við eigum langt í land að vera með nægilega sterk fagleg tök og faglega stjórnsýslu og faglega ákvarðanatöku þessi gríðarlega mikilvæg efni fyrir samfélagið. Þannig að þú ert í þeim skóla sem að segir að meinið á Íslandi sé það að, ég man ekki hvernig þetta orðað sko, það
ef við berum saman við Þýskaland og Ísland, þá það þannig að í Þýskalandi þá var stjórnsýslan til á undan stjórnmálunum, gegnum almenna atkvæðarétt eða svona stjórnmálum í nútímalegum skilningi. Íslandi var þetta öfugt, stjórnmálin urðu eiginlega til á undan stjórnsýslunni og þess vegna séu við hættari við svona spillingu sem kemur í gegnum stjórnmálum. Já, það kann vel að vera. Já. Þetta mjög áhugavert. Hlökk Theodórsdóttir. Kæra þakki fyrir að koma hingað og gefa okkur aðeins inn í þessar rannsóknir. Takk. En við ætlum að sitja hérna áfram og halda áfram að skilja samfélagið sem við lifum í. Það næsti kafli eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.